Góðan daginn, Valur heiti ég Guðlaugsson og langaði með að fara yfir þá möguleika sem við höfum í frestun og dreifingu á kröfum. Í ljósi ástandsins þá höfum við verið að fá talsvert af fyrirspurnum hvaða möguleikar eru í boði í kerfinu. Við ætlum svona að fara yfir þetta helsta. Það sem við erum að ráðleggja fólki er að nota innheimtukerfið eins og hægt er. Í innheimtukerfinu þegar þú stofnar kröfukeyrslurnar þá getur þú stillt gjalddagann og inndagann langt fram í tímann og þú getur breytt eindagann eftir að krafan hefur verið stofnuð og send í bankann og eins er hægt að stofna greiðslusamninga, þá getur þú valið tilteknar færslur og dreift þeim yfir lengra tímabil. Stofnað kröfur og sendar strax í bankann þannig að fólk í raun hefur þá getur greitt það strax eða bara þegar því hentar fyrir eindaga helst. Varðandi fasteignastjórann þá hefur við verið að ráðleggja fólki það að bóka gjöldin óbreytt eins og þau koma út úr innheimtukerfinu. Þannig að 1. maí gjalddaginn er bókaður 1. maí en síðan notar við innheimtukerfið til að gera breytingar ef þarf. Við eigum einnig til keyrslu sem að tekur eftirstöðvarnar á ákveðnu tímabili, bætir við gjalddaga tímabilum í fasteignastjórunum og dreifir eftirstöðvarnum yfir þetta lengra tímabil. Þannig hafa sveitarfélög verið að fjölga úr 8 gjalddögum í 10 eða jafnvel upp í 11. Það er metið hingað til. Það tekur smá tíma að keyra þessa keyrslu og aðlagana hverju sveitarfélagi fyrir sig, þannig við höfum verið að rukka 3 tíma fyrir þá vinnu. Þannig því ef þið hafið áhuga á því eða vilja ræða það eitthvað frekar þá náttúrulega hafið bara sambandið okkur í sveitinni. Ef við byrjum að því að skoða innheimtuhlutverkið. Þegar ég er að tala að stilla inndagann og gjalddagann fram í tímann, þá er það bara þegar ég stofna kröfukeyrslu og ég fer í krafa per tímabil út af því að ég er með fasteignagjöld. Stilli innheimtu aðila eins og venjulega, nota innslegin gjalddaga og hérna get ég þá haft gjalddagann og inndagann í raun hvað sem er. Ég get haft gjalddagann í nóvember, ég get haft gjalddagann í dag. En við getum stillt til dæmis 1. apríl og haft síðan eindagann, segjum bara í lok júlí. Alla færslur og setjum bókun og dagsetninguna inn. Þá stofnast krafa á sjálfan mig með eindagann 31. maí. Kosturinn við þetta finnst mér að það er fólk þarna úti sem bara vill borga sín gjöld á sínum tíma og það er fólk sem hefur kannski ekki orðið fyrir neinni tekjuskerðingu og bara vill borga og með því að gera þetta svona þá eru það að stofna kröfuna núna og þá hafa þeir sem það vilja það tækifæri að borga bara gjöldin. En sem sé svo að þið séu búin að stofna kröfukeysluna og viljið gefa ykkur fólki meiri séns. Þá er í kröfukeyslunni þá er hnappur aðgerðir og er hægt að fara í breyta gjald og eindaga. Kerfið spyr, viltu breyta gjald og eindaga á völdum kröfum? Já, og hérna getið þið verið með eina eða fleiri kröfur. Það er bara hægt að breyta gjalddaganum áður en krafan er send í bankann. Eftir hún send í bankann þá er ekki hægt að breyta gjalddaganum. En við breytum eindaganum. Veljum nýjan eindaga, segjum bara við ætlum að borga þetta einhvern tímann í september. Staðfesta nýjan eindaga, já. Breytingum lokið. Þá þarf bara að fara í samskipti og senda kröfu.
og þá sendist hún í bankann og uppfærist. En segjum sér svo að ég sé orðinn atvinnulaus og geti bara ekkert greitt og vilji fá að greiða eitthvað, gera einhverja frekari samninga. Það hérna kröfusamningar. Smellum þar á nýtt. Íta á enter til að fá samningsnúmer og slagið inn kennitölu viðskiptamannsins. Hérna getið sett einhverja góða lýsingu. Og smellið síðan hérna á velja færslur. Þá fáið þið allar opnu viðskiptahreyfingarnar og segjum bara við ætlum að taka hérna maí, júní, júlí, ágúst og í lagi. Smellum hérna á uppskipting. Við ætlum að borga þetta, segjum bara fyrsta greiðsla, fyrsti gjaldæfriði 1. október. Og við ætlum að borga þetta í 8 jöfnum greiðslum. Smellum við á í lagi. Og þá sjáum við hérna hvernig upphæðirnar munum dreifast. Og hér hægt að gera breytingar. Ef þið vilja hafa til dæmis að þetta sé bara 5.000 til að byrja með. En næsti eigi að vera segjum bara 5.000 hérna á línuna. Þá eru fyrstu 4 eru svona og næstu eiga þá vera 20.000. Þannig við erum að tala um að greiða 100.000, borgum fyrst 5.000 fyrstu 4 mánuðina og síðan 20.000 mánuði seinni 4. Staðfestum samninginn og smellum á stofna kröfu. Hérna þurfum við að velja hvaða innheimtuaðila við ætlum að nota til að senda kröfurnar. Þá stofnast kröfukeyrsla, viltu opna? Já. Og þá sjáum við hérna stofnast allar kröfurnar. Og þetta getum við þá sendt allt í bankann. Og kröfurnar eru þá til staðar ef fólk vill greiða eitthvað fyrr. En þær eru til staðar þannig að það er í raun ekkert fyrir ykkur til að muna eftir að gera, sem mér finnst mikilvægt. Já, en eins og ég segi, síðan erum við líka með keyrslu í innheimtukerfinu, í fasteignastjórunum, minna ég, þar sem að við getum dreift gjöldunum yfir lengra tímabil en var sett upp í upphafi. Og ef þið hafið áhuga á því þá hafið bara samband við Væs. Fleira var það ekki í bili, þannig ég segi bara takk fyrir.